Fallega fólk nær og fjær. Föstudagsþátturinn heilsar ykkur glaðbeittur í lok vikunnar. Og til þess að ræða það sem að helst hefur nú borið á góma síðustu daga eru komin þau Hólmar Svansson og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þau eru mætt í sófann. Hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segið þið? Hvernig hefur nú vikan farið með ykkur? Já. Já, viltu byrja? Já, hún reyndar hefur farið ágætlega hérna með mig. Ég er búin að vera í lotum í skólanum þínum. Já. Sem er búið að vera ofsalega gaman og náttúrulega svolítið áhugaverð tilbreyting að vera allir sér á staðnum, sem er jákvætt og skemmtilegt. Já. En hérna, maður náttúrulega, þegar maður fór yfir fréttir vikunnar, þá verður maður að viðurkenna að þetta var nú kannski svona með þyngri vikum sem við höfum átt í svolítinn tíma þó að við séum orðin COVID-laus. Þetta hræðilega stríði í Úkraínu, þessi innrás Rússa, en náttúrulega held ég hlýtur að vera það sem er á bara í hjarta allra. Hvers manns vörum og öllum hjörtum, já. Já, ég held ákveði bara, það er bara svona fyrir og eftir þessa viku sem ég held að bara ákveði tímatal verður byggt á, sko. Já. Að hér erum við að sjá hluti sem að maður hélt einhvern veginn að við værum ekki að fara að upplifa aftur með þessum hætti. Að bara við værum einhvern veginn orðin þroskaðri og þó það væri einhver þrýstingur, kalt milli stórvelda og eitthvað, þá hélt maður ekkert að færa út í þetta. Nei. Bara satt best að segja. Það er eiginlega alveg makalaust að vera búin að, við erum búin að standa í baráttu í 2 ár við það að bjarga mannslífum og svo eru þau bara virt að vettugi í nafni bara mannvonsk og græðgi. Já, við vorum að segja það. Maður er eiginlega bara fann að sakna COVID, sko. Þar voru þó allavega mannslíf sem var þá, allir voru þó að gera sitt besta til að bjarga og einhver lutu í lægra haldi. En þarna er þetta bara einræðisherra sem bara valtar þarna yfir og virðist ekki einu sinni vera með stuðning á bakvið sig. Nei, það er það merkilegasta, sko. Já, og það er enda viku með manni smá von að sjá til dæmis bókanir frá hluta borgarstjórnar Moskvu, miðborgar hlutans, sem bara mótmæla harðlega og það er búið að handtaka þannig að vel yfir 6.000 manns, allavega með við tölunar í gær, sem eru að mótmæla. Rússar eru ekki til í þetta frekar en aðrir. Nei, en eins og einhver fréttaskýrandi var að segja þarna, það gerist ekki þarna, það er engin stjórnarandstaða, það er ekki að bakka neitt upp. Nei, þetta er náttúrulega einræði. Bara mótmæli og nú er bara valtað yfir en ég hef meiri trú á þessum ólígörkum. Já. Það eru bestu vinir aðal, sko. Ef þeir eru ósáttir, hann setur þá ekki í fangelsi, sko. Nei, sko, ef fréttaflutningurinn er réttur, við náttúrulega fáum, eins og í Rússlandi, þá við náttúrulega fáum vesturveldaflutningin, sko, en ef þetta er rétt að þeir séu ósáttir við sjáum alveg viðbrögð Abramovich, Chelsea og svo framvegis, sko, það er ókyrrð og ef þeir fara að pressa þá, það helst, maður bindur vonir við það líka að menn segi svona. Já. En þetta er samt svo áhugavert að líka út af því að það virðist ekki vera ljóst einhvern veginn ástæða nema þetta að hann sé bara hræddur við lýðræðið. Þetta eru svo ofsalega náin lönd, þau eru eiga svo mikla sameiginlega sögu og mikil, þetta eru frændþjóðir, þetta er svona pingu eins og Danmörk myndi ráðast inn í okkur. Og ég held að þetta hlýtur að vera það, hann hafi bara verið hræddur við að sjá svona lýðræði blómstra í Úkraínu og þetta er virkilega sorgleg staða og bara erfið fyrir heiminn. Það sem ég nú velt aðeins fyrir mér og þetta er kannski ekki einhvern veginn vinsælt að rifja þetta upp, sko, en bara Kúbudeilan. Ég meina þar voru menn að koma, Rússarnir að fara að setja niður, auðvitað snýrist þetta þar líka jafnvel kjarnavopn eða eitthvað slíkt, en að setja niður base og á Kúbu og það var náttúrulega allt vitlaust yfir því að þetta verið svo nálægt. Ég meina Bandaríkin myndi ekki taka því vel ef Kanada færi bara með Rússum í eitthvað hernaðarbandalag, skilur, og menn færi að setja upp herstöða bara rétt handan við landamærin, sko. Þú veist, það er auðvitað svona ákveðin taktík í þessu, en svo kemur spegilmyndin af því að þetta er frjáls þjóð og hún á að mega gera það sem hún vill gera. Já, og það er náttúrulega bara alveg sama hvað vinna til vesturs frekar en austurs þá á það að vera og það er ekkert sem að afsakar innrás. Nei, ekki þannig. Ekki og alls ekki á þennan hátt, það er bara aldrei afsakanlegt. Ég ætla ekki að reyna að fabulera með þannig. En maður skilur sem sagt að menn getur upplifa ákveðna ögrun af slíku, en aftur það er
það sjálfsákvörðunar rétti þeirra að sjálfsögðu og þið getur liðið illa með það en þú verður bara að vinna með það sjálfur sko. Já, ég er ekki viss að Putin færi mikið til sálfræðings. Ég er mjög efins það. En það væri kannski ástæða til. Upptekinn í glímu við bjarnlíf og svona. En annars var ég nú að reyna að svona horfa einhverju leyti í jákvæðum augum á vikuna. Ég var svona að reyna að finna einhverja jákvæða fréttir hérna út af því að mann er náttúrulega bara svona svolítið mikið illt í hjartanu yfir þessu öllu saman. En þetta er að mörgu leyti skemmtileg vika. Hérna sérstaklega fyrir krakkana. Hún er náttúrulega innræmið sikkurum megin með Eurovision. Fór keppninni í Eurovision. Svo náttúrulega var bolludagur og hérna sprengidagur og öskudagur. Þetta er búin að vera mikil átvika og hérna náttúrulega börn landsins eru í sykursjokki núna eftir hérna feng liðina viku. Jú. Búin að syngja mikið og var sungið hjá ykkur? Já, það var sungið. Já. Skólinn fylltist af hana. Fylltist af einhverjum litlum rólingum. Þetta er líka bara gaman að sjá þetta aftur af því þetta hefur nú verið svona köflótt undanfarin ár sko. Það er akkurat það sko. Annars var þetta alltaf mikið í fyrra, ég var nú búinn að gleyma því, en þá var sko ekkert að vera á Glerártorgi. Nei. Þá kom í rauninni meira út í fyrirtækin. Já, þá fer þetta svona, já, einmitt. En mér fannst einhvern veginn vera lengra síðan, en hérna, þetta er alltaf svona líkar upp á. Þetta er óstjórnlega skemmtilegt líka, uppskeruhátíð fyrir krakkana, það er búið að vera, sérstaklega fyrir þau sem eru metnaðarfull, það er búið að vera vasast í búningum og maður sér ótrúlegustu bara hugmyndir fæðast utan á þessum litlu kroppum sko. Já og alltaf svolítið áhugaverð umræða sem að hérna varðandi einmitt valið, búningavalið. Og mér finnst einmitt svo gaman, vinkona mín sendi mér mynd af dóttur sinni sem að hérna var einmitt Hölk. Já. Og hérna og síðan var hérna sonur systur minnar var Garðabrúða. Já. Þannig að það er alveg hérna svolítið gaman hvað hérna krakkarnir velja bara sínar hetjur sko. Algjörlega, dóttir mín var Mirabel. Já, akkurat og það er reyndar svo skemmtilegt og jákvætt með hérna að Disney loksins farið að sýna einmitt svona sterkar kvenpersónur sem að hérna eru bara virkilega flottar fyrirmyndir. Nákvæmlega. Þetta er bara skiptir máli. Það skiptir máli. Svo ég leiðrétti þetta, það er svona eldri dóttir mín að Mirabel, hún fór að syngja sko fyrir fólk og nammi, en svo yngri var samsuða af, hún var svona Alva Dísar Hafmeyja, við fyrir mikið lengra með það. En hérna, Eurovision síðustelgi, Eurovision á morgun. Er eitthvað sem höfða til ykkar. Ég viðurkenni, Haff gladdi mig óstjórnlega. Ekki lagið, en atrið. Ég vissi aldrei hvað að fara að gerast næst. Nei. Mér finnst þetta stórkostlegt. Já, þetta var virkilega skemmtilegt og bara mér fannst þetta síðasta laugardagskvöld bara svolítið skemmtilega. Bara voru betri lög en ég átti von á. Það var þetta svolítið gaman svona út af því að ég er hérna fædd og uppalinn á Ísafirði. Það var svona mikil Ísafjarðartenging hana, mörg atriði ættuð frá Ísafirði. Nú? Og Flateyri reynda líka, Halldór Gunnar Pálsson er náttúrulega Flateyri. Já, auðvitað, fjallabróðurinn. Fjallabróðurinn og hérna Stefán Óli sem komst áfram, hann er sem sagt fæddur uppalinn á Ísafirði. Nú, ok. Og hérna þetta er alveg og margir fleiri þannig með tengingar. Það var alveg umræða það á nokkrum stöðum á Facebook. Já. Ísfyrst Eurovision? Já. En þú semst ekki raulað mikið eftir þetta kvöld? Nei. Ég bjóst nú reynda við að sko Haff færi nú áfram bara svona á krökkunum eitthvað svona. Á gleðinni? Já, á gleðinni. Það var svo mikil gleði í þessu. Já. Ég vil nú eiginlega játa, ég var pínu fegin að það var ekki, en hérna en svo líka svolítið gaman að fylgjast með svona ákveðnum aðli eins og það systur sko. Já, og þær voru svo flottar. Sem kemur með svona einhvern veginn svona þessa fjölskyldutengingu sko, því við höfum ekki konungsfjölskyldur sko, það var gaman að horfa á svona afkomendur leikara og einhverja svona þekkts fólk sko. Og þær fljóta alltaf á því sko. Þær voru reynda líka bara ofsalega flottar. Já, ég meina ég er alveg vissum að þú veist, ef þú býðum öllum góðan daginn þá svara þær í harmoníu sko. Já, þetta er ævintýralegt. Þetta var alveg ofsalega vel gert hjá þeim og bara meðan líka þau nýttu sviðið vel. Það var svolítið gaman að sjá sviðið. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem svona einhvern veginn svona stórt svið og svona meiri tækni á baku þetta. Ég verð að viðurkenna það, ég vona þau fara alla leið sko að þau taki mömmu sína á trommurnar sko eins og til stóðum. Handleggsbrotnaði held ég. Hæ? Já, átti hún að vera trommum? Já, það kom þannig fram. Jú. Stórkostlegt, ég mista því. Það hefði verið unaður að horfa á hana. Alveg til að kóróna það sko. Já. Þetta er í lóðharfi, við erum búin að ákveða þetta bara. Já, ok. Við sendum svona hollenskt countrylag í Eurovision í ár. Já, akkurat. Og nú er komin mars. Já. Mottumars og tilheyrandi. Ótrúlegt en satt. Já.
tíminn líður ótrúlega hratt. Það er ákveðin, já. Mér finnst líka bara að vera bjartara úti og voru einhvern veginn svona pingu í lofti, allavega svona í gær og í dag, svona aðeins hlýrra heldur en hefur verið. Já, það er það. Ég var að mynda að horfa svolítið í hvað svona yfir fréttir og manni finnst sko núna orðið svolítið áberandi svona víða annars staðar svona sveitafélagamálin. Já, akkurat. Lítið að fréttast hérna fyrir norðan. Já, ótrúlega lítið. Eins og ég var í rauninni hrifin af því að menn snéru bökum saman hér og mynduðu sko hættu að vera í meirihluta og minnihluta sem ég finnst vera gamaldags hugsunarháttur og bara eigi ekki við í stjórnun á sveitafélagi. Ég ætla ekki að tala við þig, ég er bara með vini, skilurðu, og heldur við erum bara öll saman í þessu og ég veit ekki hvort það er einhvern veginn að minnka þessa umræðu. Ég sakna þess að fólki einhvern veginn svona að heyra meira, hvað eru menn svona Ég er sammála, það reyndar núna í gangi þessa helgi er prófkjör hjá VG, en mér finnst maður ekki heyra neitt frá hvorki Sjálfóninu Framsókn sem eru nú með prófkjör í undirbúningi. Já, það er þetta helsta sem maður heyrir í rauninni að þessum sveitafélögum, eða sem sagt þessum máli núna, það er svona einmitt, það er svona einn og einn sem er skrifað undan feldi og býður sér fram. Já, einmitt. Það er svona helst þetta. Þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig kosningabaráttan á eftir að fungera og líka fara spennandi kosningabarátta víðar í kringum hérna. Við sjáum líka breytingar á Húsavík til dæmis og sem verður mjög áhugavert að sjá. E-listinn hann að hluta til farin inn í Sjálfstæðisflokkinn og fleira. Akkurat, og í ljósi þess hvað hefur verið mikil endurnýjun í væntanlegri bæjarstjórn hér á Akureyri, þá náttúrulega hlýtur þetta nú að taka mjög æsilegan kipp núna næstu 2 mánuði. Já, það hlýtur að vera. Er það ekki? Það verður spennandi. Ég veit ekki nefnum, það kitlar alltaf. Ég er bara rosalega þakkláttur þessu fólki sem að setja sig í þetta. Þetta er nú oft illa metin störf og þekkjum að þetta er bara Þú kinkar kollega áfergju. Þú lendir oft milli tannan á fólki og farið í mannin en ekki málefnin og svona, þannig að ég bara þakka þessu fólki bara. Já, tek undir það. Mitt á mikrofóninn, fyrir það að fara í þetta fyrir okkur. Held að þetta sé bara fín lokaorðið mitt að við bara þökkum að einlægni þessu góða fólki sem að bara hreinlega nennir þessu og brennur fyrir þessu. Takk. Herri, svo bara njótu Eurovision annað kvöld. Endilega. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Takk fyrir okkur.